er að verða 1:30 og ég er bara rétt svo að leggja stað niður í bæinn. Cute, hang on. Ákveð að vera blöndir. Ég ætlaði að vera lögðastað fyrr en ég var ekki alltaf að koma í styrtu og svo þegar ég var leiðin út tók ég eftir í ein hárolía mín var búin að leka út allt og bara allt gólf. Þannig að bara olíubollir á gólfinu og bara fullt af vörum sem voru í saman poka og hárolíu minn voru bara allar til olíu. Þannig ég byrjaði því að þrífa alltaf og það tók actually langan tíma. Það er svo friðsælt hérna. Það er bara svona alveg þögg. Það er augljóslega að byrja að hausta. Það er allt út laufblöðum og trén eru að byrja að vera svolítið gul. Það er samt ennþá 23 gráður sól. Ekkert eðlilega næs. Þannig ég er mjög heppin að fá að vera hérna í septembermánuði og meðan það er ógeðslega heitt úti. Þessi gata er líka bara eiginlega við hliðina á húsinu mínu. Hún er svo pretty. En planið hjá mér í dag er bara að kíkja inn í bæ, ég ætla bara að skoða miðsvæðið. Já, það er eiginlega eina planið mitt í dag. Það er einhverja búðir, það er mjög fáar, en bara einhverjar. Það ávist að vera eitthvað nýtt mál hérna sem er samt ekki með mikið að spennandi búðum. En það er kannski bara því ég þekki þær ekki, þannig kannski er einhverja flotta búðir, kemur ekki ljós. Það er ekki frekar stutt í miðbæinn frá heimilinu mínu. Það er styttra heldur en að labba í skólann. Ég vona líka að ég finna eitthvað kannski næs kaffihús. Eða kannski eitthvað stað sem ég gæti lært á í vetur. Þetta er einhver háskólabygging. Ég næði ekki alveg að lesa Biochemics Institute. Byrju, Physiologisches Institute. Já. Akkurat. Ég er núna á, ég veit ekki hvað maður kallar þetta, svona plattform. Bara sem að fyrir yfir götuna hérna. Mér finnst mjög skemmtilegt að þeir hafi skellt fyrir mig stið. Þetta virkar bara. Ég er að leita að setja tölvuna í nýju ef það passar ekki gamla heimstrið utan gamli tölvuna þessi. En ég finn ekki neitt. Elektrónikbílinn er aðtöld í hæðinni, þannig ég reyndi að vonandi finn ég eitthvað fyrir tölvuna mína. Ég veit alltaf en þetta er eitthvað sem ég þarf. Þegar þau voru að meina electronics þá voru þau ekki að meina tölvur og svoleiðis. Þau voru að meina svona eldurvélar. Þannig ég fann ekki neitt fyrir tölvuna mína. Ég ætla að fara bara á Google Maps og reyna að aðtöða hvort það sé einhverstað búð sem er bara electronics og kannski fann þeir bara Amazon. En nú ætla ég að fara neðstu hæðina því það er eitthvað Asian market. Look how cute. Oh my god, ég er að pæla að koma svona kísu. En svo líka pandan, eitthvað eða leikstæðið. Og þessi svona. Oh my god, þetta er væntanlega fyrir krakka en mér er alveg sama, finnst það sagt. Það er svo mikið úrval. Það er líka húsbúð. Stopp. Þetta hérna er svo cute, smagur ég er. Það er svo mikið af kísum, alls staðar. I love it. Bókakápunir hérna eru sko stunning. En þetta er alltaf þýsku, þannig ég skil ekki neitt. Ég hef alveg séð á þér að þýskar bækur eru oft með sér bókakápur. Það er svo margar bækur sem ég langar í hérna, en get ekki lesa þér. Ég var vonast til að væri eitthvað hopp með enskum bókum. Það var þannig á Ítalíu, en nei, ekki svo gott. Ég ætla að gegja hugmynd. Hérna fyrir ofan er tungumálabækur. Ég ætla að finna þýska bók. Eitthvað sem fyrir byrjandir. Og það get ég rétt að læra einhverja þýsku í svona 2 vikur sem ég var alveg að gera í neitt. Og þannig er einhver. Ok, þetta borð og þessi bókahilla, þessi hlið, þetta er á ensku. Ég get actually keypt mér bækur, ekki það ég er með fullt af bókum, en ég get actually keypt mér bækur meðan ég er hérna. I'm so happy. Þessar eru ensku, þessar, já. Ég ætla að kaupa þýsku bókina þegar ég byrja í þýsku tímanum. Ég hugsa alltaf eins og kannski myndi þurfa að kaupa einhverja bók með þýsku fyrir þá tíma. Þannig maður er ekki alveg sens að kaupa eina núna og þá. Eitt sem ég fíla í Þýskalandi er að hundar með verið í öllum búðum. Þú veist, halló, þetta er geggjað. Ég er búin að fyrir svona morgunbúðir og það eru eiginlega alltaf hundar líka þar inni. Ég ætla ekki að ljúga ykkur, ég er alveg alvarlega í hvað kaupa einu svona. Ég er búinn sem að rífa vandi sem allar típur í tösku um heiminn nema tölvutösku en hérna fann ég TK Maxx og það er ekki tölvutösku hér. Það er ég búinn að missa alla von. En þetta er alveg frekar nice shopping street. Það er ekki alveg mikið í gangi.
Og það kannski ekki svona stakar búðir, það sem maður þekkir. Það eru miklu meira á svona shopping, svona torgum eiginlega. Þannig, þetta er alltaf leið. Þeir eru aftur að fara kvart undan hita. Ég er að svitna ekkert æðilega mikið. Og það er sko síðustu dagur það sem á að vera svona ógeðslega heitt. Ég muni sakna þess. En það er svo heitt og ég með svo mikið af dóti. Það eina sem ég heyrði áður í flutninga var bara að Kísin væri bara ekkert æðilega ljótur bær. Það var bara the ugliest town. Þetta er so cute. Holy shit, ég losnaði klukka. Mér er ekkert æðilega heitt. Allavega, ég er mætt heim og ég ætla að gefa ykkur smá haul á því sem ég keypti. Til að byrja hérna, ég keypti einhver svona mooncake því það var vist eitthvað svona Kínversk celebration í september. Til að smakka hana eftir, ekkert eðlilega spennt. Svo keypti ég svitilegt í það því að minn brotnaði. Og ég keypti sko maximum protection. Að þetta er insane hvað ég er búin að vera að setja mikið í hana. Svo er hair glossing búin að vera að gera mikið þing á TikTok. Þannig ég keypti svona Glycolic Gloss. Testa það. Hárið á það að vera bara eitthvað eðlilega shiny og flott. Svo keypti ég litlar hárteir. Á Pinterest er ég með svo mikið af hair inspo og helmingurinn af hárstilunum þar svona teir. Svo keypti ég bækur sem ég átti klárlega ekki að gera en ég ætla ekki að kaupa dóp og ekki áfengi. Þannig þetta er alltaf lagi. Svona að það hugsa út í það. Fyrsta bókin sem ég keypti er Anatomy. Ég var að sjá hana í Amazon á 3.000 krónur og í Nexus er bók nr. 2 búin að vera til en ég hef aldrei séð bók nr. 1. Keypti hana á 800 kall. Gæði skemmtilega. Hún er sett í Edinborg, my dream city og þetta er svolítið svipað ef við horft á hérna ég man ekki hvað það heitir. Ok, allavega það er bíómynd konu sem langar að vera surgeon og svo er aðalgæinn líka læknir og þau byrja að vinna saman. Hvað heitir það? Það er þættir á Amazon Prime. Ég man ekki hvað heita. En allavega þetta er mjög svipað og því ég setur eitthvað nafn hennings þar. Svo keypti ég er svo mikil intellectual. Ég keypti 2 Shakespeare bækur. Það líti ekki út fyrir að vera Shakespeare bækur af því að bókakápurnar eru so pretty. Hérna er Hamlet. Hversu cute! Oh my god, í alvörunni. Bara bókakápur fekk mig til að vilja lesa. Ég hef aldrei verið eitthvað, vá, mig langar að lesa Shakespeare. En nú langar mér vel, af því að bókakápurnar er svo cute. Ég er alveg bara 100% dæmi eftir kápunni. En ég keypti Hamlet og Much Ado About Nothing sem að ég hef ekki heyrt oft en það hljómaði vel bókakápan eitthvað. Ég veit ekki eins og hvort ég hef tíma til að lesa þær, að menn bí hérna en ég keypti þær. Og svo The Naturals, mér er búin að langa að lesa seríu svo lengi, hef aldrei séð hana heima. Aldrei. Þannig ég er ógeðslega spennt að lesa þessa. Einhvern tímann, hvenær það verður, veit ég ekki. En það verður einhvern tímann. Svo keypti ég svona, veit ég hvað það heitir, fyrst til að setja hendurnar á meðan ég er að þrífa andlitið svo ég leiki ekki vatnið er. Hvít og blóðgræn. So cute! Svo keypti ég fyrir heimilið hérna opnhanskana mína, þetta eru þeir. Þetta er töskunum er fullt af mat sem ég keypti í Asian Market. Þetta er bara garnish basically til að setja út af núðlurnar mínar og hrísgrjón. Ég keypti steiktan lauk líka fyrir núðlurnar mínar og hrísgrjónum mín. Ég keypti mér prjónana, kísuprjónana sem þið sáðuð áðan. Svo keypti ég QP mayo, mjög næs. Ég keypti sesamolíu, sesamfræ, svört til að setja. Þetta er basically allt til að setja út af núðlur og hrísgrjón. Ég keypti Nestis box. Ég beiti bara að kaupa eitt Nestis box í gær. En þetta er flottara. Það kostaði jafn mikið og hitt. En þetta er mjög fallegt Nestis box og það skiptir mér miklu máli að hafa hluti fallega. Þannig Exhibit B. Sjáum hvað er sæt. Hún er bleik. Það er líka til svona pasturbláar en ég hef aldrei klárað eina stílabók á skólaári þannig ég hef að kaupa bara eina. En hún er svo sæt. Hún er pastafleik. Já, svo keypti ég sólglurinn sem ég er með á hausnum. Og svo regnhlíf sem er dekkblá. Mjög basic. Það á rigning í næstu viku þannig þetta er mikilvæg kaup. Ég er alveg low-key spennt fyrir því að nota regnhlíf. Síðast en ekki síst. Oh my god, þið skilja ekki hamingjuna. Svo helltist yfir mig þegar ég sá þetta. Ég fór í TK Maxx. Já, by the way, ég fann ekki neitt fyrir tölvuna. Absolutt ekki neitt. En ég fór í TK Maxx. Lo and behold,
Þetta er Charles & Keith taska. Hún er stunning. Hún er amazing. Mér er búin að langa í hana í alveg frekar langan tíma. Hún varð smá viral á TikTok á tímabili og sko, ég ætla að sýna ykkur bara. Ég er með appið, Charles & Keith appi, right there. Og á wishlistanum mínum er þessi taska. Og hún er, sko, það er hægt að pre-order hana. Hún er bara ekki available. Look at her. Og á hversu mikið? 139 eurur. TK Maxx. Á hvað var hún? 35 eurur. Það eru 104 eurur í afslátt. Nei, sko, ég hef aldrei gripið eina tösku. Ég sá hana hangandi á veggnum og ef það hafa komið TK Maxx þá eru töskunar bara all over the place. Það eru svona semi-flokka eftir litum en þú veist, þetta er ekki flokka eftir tegund af því að þetta er allt, þú veist, vörur sem er basically búið að skila. Það er ekki hægt að selja þær í venjulegri búð lengur. Og ég fann það og ég er ekkert eðla ánægð. Ég var aldrei hamingjusöm á ævi minni. Ég sparaði svo mikinn pening og ég veit að það voru eitthvað svona en þú keyptir það og sparaði ekki pening. Jú, af því ég var þegar búin að ákveða að kaupa þessi tösku. Þannig ég sparaði pening. En þessi taska er alveg wonderful. Hérna onni er lítil taska. Hversu cute. Hún er bara eitthvað svo sleek. I love it. Nú ætlum ég bara að ganga frá matnum sem ég var að kaupa og eða bara öllu sem ég var að kaupa. Takk fyrir að horfa á litla hálið mitt. Allt henni komið gæmur að bauga og hálfum er allt skítið aukt og húð mín er breaking out. Ég þarf að aðlagast nýja umhverfinu greinilega eða eitthvað. Ég held að líka minn sé protesting. Töluvert kaldara í dag, ekki kaldara, það er haustlegra í dag heldur en í síðustu daga. Það var greinilega rigning í nótt eða í morgun að það er allt blautt og það er mjög skýjað í dag. Það á að rigna eitthvað smá eftir líka en ég á leiðinni niður í bæinn aftur. Tók nýraklifuna með mér, kannski mun ég nota hana, ekki spennandi. En ég er með 2 mission, finna naglaklippur og rúllur í hárið. Bara af því að toppurinn minn er að gera mjög slæma hluti eins og er. Þannig mér vantar rúllur til að geta gert eitthvað eins til að geta láta hann lúkka sko. Veit ég búin að segja að það verður orðið svolítið haustlegt hérna en bara á einum degi er komið þvílíkt haust. Það eru laufblöð alls staðar og ég veit ekki hvort það sést á myndavélinni en það eru laufblöð að falla af trjánum í tonnatali. Það er svona hálfbráðinn fyrir að opna hann. Smá með mér.
er alveg 100% að labba held ég upp allt götuna mína akkurat núna. Væpin hérna eru bara hitting different. Það er svo sætt hús hérna. Arkitekturinn hérna á þessari götu er betri en á öðrum götum.